Hér í Safnahúsinu á Húsavík í gangi stórfurðuleg sýning þessar myndir. Sif, segðu okkur aðeins nánar frá henni. Já, sýningin sérstök og hún frábrugðin því sem við höfum allavega verið að gera, þó ég veit að þetta verið gert víða. Þetta sem sagt sýning safnaranna. Þetta sýning á því sem að einstaklingar hafa ákveðið sjálfir að safna að sér og oft alveg í ótrúlegu magni og fjölbreytni og fólk var mjög margar hugmyndir hvað þess virði að safna því. Og þetta auðvitað hugmynd sem eða tilfinning sem grunnurinn á því að við eigum einhverja svona stofnanir. Það það að fólk hafi metið það að það sé eitthvað sem þessi virði að safna og geyma. Og svo erum við auðvitað alltaf í þessum hlutum sem eru menningarminjar eða náttúruminjar eða eitthvað slíkt. En við vitum það að þetta ríkt í fólki þessi þrá að safna hlutum, búa til stórt safn, raða því og alls konar hluti því tengda. Og þessi hugmynd kviknaði hér innanhús, reyndar fyrir dálítið mörgum árum, að það væri gaman að setja upp svona sýningu, sjá hvað það sem fólkið á okkar svæði að safna og setja upp í svona sýningu. Og síðan vorum við með svona ákveðna eyðu í sýningarhaldinu í haust og hvað ég var að gera núna og þá kom þetta ekki bara að prófa þetta. Og við auglýstum í svæðismiðlunum okkar og fengum mjög góð viðbrögð og enduðum í þessari stórskemmtilegu sýningu þar sem eru 12 safnarar að sýna það sem þeir hafa safnað, margir hverjir í marga áratugi og sögur safnarna eru mjög ólíkar. Og það var ekki síður ferlið allur aðdragandinn að sýningunni sem var sérstaklega skemmtilegur. Það var fólk að koma hérna inn, deila með okkur sögunum og setja sýningarnar upp með okkur. Og þetta bara óbáslega skemmtilegt ferli og ég verð að segja það þó við sett upp margar skemmtilegar og svona sérsýningar sem hafa vakið áhuga, þá hefur við aldrei haft viðlíka streymi af börnum sérstaklega á eina sýningu eins og þessa. Og það auðvitað þetta svo sjónrænt, það svo margt sem svo fallegt að skoða, margt sem vekur upp alls konar minningar og tengingar, þannig að fólk kemur, stoppar lengi og skoðar. Þetta safn hérna til dæmis eitt af því sem í sérstöku uppihaldi á mér og sem ég fekk að heyra söguna í öllu ferlinu og hún sérstaklega skemmtileg. Byrjaði snemma, hún Sólrún Hansdóttir á þetta safn og þegar hún var 11 ára gömul og bjóð þá í Virginíu í Bandaríkjunum, þá fengu þau það verkefni að búa til eitthvað fyrir skólan sem áttu að sýna í bekknum sínum, þau áttu að setja eitthvað upp. Og hún fer heim með þetta verkefni og ræða heima fyrir og þá kemur fram að stjúp hennar á mikið myndsafn, eða talsvert myndsafn, hann hafði ferðast víða í tengslum sína vinnu og hún ákveður að setja upp, hann gefur henni peninga og hún setur það upp á á þetta spjald sem hér og sýnir það í skólanum sínum. Síðan líður þetta allt í langur tími og hún komin hingað til Húsavíkur og opnar og rekur veitingastað hér sem hét Bakkinn og þá setur hún þennan ramma upp. Og hann var náttúrulega upphaflega ekki svona, þetta bara, bakið bara úr pappakassa og hún setur þetta svo seinni í þennan ramma og bak við gler. Og svo hangir þetta á staðnum og hún hugsar ekkert mikið meir það, en það skrifað þetta í Lonely Planet, þá var svona umfjöllum staðinn og þar kemur fram að eigandinn safni mynd frá ýmsum löndum og seðlum og fólki bent á að færa henni. Og hún sá ekki þess umsögn á þeim tíma. Svo fer það bara að gerast að fólk fer að koma bara afhendinni seðla og mynd frá hinum ýmsu löndum. Og þá þetta frétturinn af þessu og þessi búið að kynna þetta svona. Og það safnast upp og svo sjáum við afraksturinn hérna til hliðar. Það þessi stóru rammar og hún opnaði svo seinna kaffihús eftir að þessi staðar hætti og þá var hún með þetta allt uppi. Og hún sagði auðvitað eins og margir safnararnir svo á ég alveg helling sem ég ekki búin að setja upp. Og það fólk ennþá að senda henni seðla vísvegar úr heiminum. Þannig að þetta svona safn sem bætist við og afskaplega skemmtilegt að sýna. Af því hér til dæmis einn seðill sem 1.000.000. Hann vekur alltaf lukku og krakkarnir leita allir að 1.000.000. Og það eru seðla sem á þvo og alls konar svona, þetta skemmtilegt að skoða. Og einn seðill, það eru nokkur sem taka eftir honum og horfa lengi vel á hann. Einn spurði mig á Egill Ólafsson tvífara einhvers staðar og það aðgangsmiði að söngleiknum Evítu sem alveg svo peningaseðill og hann bara eins og allir hinni seðlarnir þannig að fólk verður svolítið klumsa þegar sér hann. Þá erum við komin hérna að öðru mjög áhugaverðu safni sem á sýningunni, safn Jóns Þorgrímssonar. Segðu okkur frá því. Já, þetta safn kom upp í hendurnar á okkur í fyrra vetur og Jón Þorgrímsson, hann rak bifreiðaverkstæði á Húsavík og gríðarlegur áhugamaður bíla. Og hann safnaði og skráði öll þ-númeri meðan þau voru. Meðan var hægt að þekkja hvaðan á landinu fólk kom eftir bílnúmerunum. Og hann skráði hvert númer á hvaða bílum það hafði verið, hvenar og hverjir eigendurnir voru. Og þetta auðvitað mjög skemmtilega líka bara svona menningar og sagnfræðileg heimild svæðið. Og hann var ekki bara að hann skráði þetta,
heldur safnaði hann öllum myndum sem hann náði í af bílum og svona viðburðum sem tengdust bílum og óhöppum og ýmsu mismunandi notkun á bílum. Gríðarlega skemmtilegt myndasafn. Og við ákváðum að hafa þetta hluta af þessari safnarasýningu og það hefur svo sannarlega virkað vel af því hér stoppa mjög margir og stoppa lengi. Fólk leitar að gamla bílnúmerinu sínu, bílnúmerinu hans afa eða ömmu og svo rúlar hérna klukkutíma löng myndasýning sem fólk situr við og horfir á. Og þetta er svo sáluti sýningarna sem höfðu kannski meira til fullorðins fólks og kannski sérstaklega til karlmanna oft. Þeir sitja hér langdvölum og koma vel aftur og aftur. Á lokum langar mig að stoppa við þetta litla safn hérna. Í þessu eru langfæstir gripir. Þetta er mjög skemmtilegt og merkilegt safn. Og það var eins og sumt annað sem hér til sýnis það í eigu menningarmiðstöðvarinnar og kom til okkar þannig að Sigurður Pétur Björnsson sem var hér bankastjóri hjá Landsbankanum, hann var mikill, einn af mestu velunnarum safnsins og gaf mikið hingað og meðal annars þegar hann lést, þá gaf hann allt húsið sitt og allt sem í því var. Og eitt af því sem þaðan kom var þetta litla safn af peningaveskjum. Og þegar við fórum að skoða þá var líka skráð hérna hverjir hefðu átt veskin og við vorum svolítið að skoða þetta og kemur ljós að þetta er svona ýmsir nafnþekktir Þingeyingar. Við erum þarna með veski frá Lissi á Halldórsstöðum, við erum með veski frá Jóhanni Skaftasyni sýslumanni og mér finnst þetta kemur svo margt saman í þessu veski. Það kemur þessi áhugi hans á Þingeyingum og sögunni og svo þetta tengist þetta bankastjórastjarfinu, peningaveskin. Og við vitum svo sem ekki hvernig þau enduðu í honum en þarna voru þau. Það var virkilega gaman að fá að ganga hérna sýninguna með þessi svona alveg að lokum. Hvað stendur sýningin lengi? Síðasti sýningadagur er 23. nóvember.